Góðan dag og velkomin í DES sem stendur fyrir Die Ehrlichste Sportshow. En þeir sem að tala ekki þýsku, þeir kannski skilja ekki alveg hvað þetta þýðir. En þetta þýðir hreinskilnasti íþróttaþátturinn. En það sem við ætlum að gera í þessum þætti er að vera með hreinskilna skoðanir á öllu úr heimi íþróttana. Ég heiti Oddur Óli Jónasson og ég er í Reykjavík og með mér í þættinum er Birgir Sverrisson, staðsettur í Köln í Þýskalandi. Þannig að þessi þáttur er einstakur af því leyti að hér koma saman einstaklingar í tveimur löndum og ræða málin á mjög opinskáan hátt, þar sem engum verður líft. En fyrsta sem við ætlum að ræða í fyrsta þættinum og þættinum í dag er staðan í tveimur stórum knattspyrnudeildum í Evrópu, England og Þýskaland. Og við ætlum að byrja á deildinni í Englandi. Byggi, staðan í Englandi er svolítið rosaleg. Já, það má segja það. Mér skilst að Manchester United sé með 12 stiga forskot, svo staðan núna. Þrátt fyrir að vera með, að mínum mati, kannski þú tekur Van Persie út, þá eru þeir ekki með jafn sterkt lið og þeir hafa verið með yfir tíð. Þannig að kemur svolítið óvart að þeir séu búin að vinna 21 leik af 26 og í rauninni svolítið skrítið að þeir séu með 16 stiga forskot á Chelsea sem er í þriðja sæti. En samt bara með 4 mörkum betri markatölu. Þannig að þeir hafa verið að vinna leikina sín, það er bara þannig. Og að mínum mati þá ég myndi allavega að halda það ef að kallinn væri ekki hana, gamli Brugarsson, þá væri staðan önnur í þessari deild, sko. Þá held ég að City væru í efsta sætinu. Ég held að það sé ekki spurning, sko. Það hafi verið mín skoðun mjög lengi að ef það væri ekki fyrir kallinn, þá væri United ekki félagið sem þeir eru í dag. Þetta er, ef það horfir á leikmannahópinn, bara berð leikmannahópinn saman, bara leikmann fyrir leikmann, stærstu félögin í Englandi og stærstu félögin í Evrópu þess vegna. Það myndi enginn setja Manchester United þar í topp 2-3 sætin eins og þeir eru ár eftir ár bæði meistaradeildinni og náttúrulega í Englandi alltaf í baráttunni. Þannig að þetta er kallinn sem er að drífa þetta batteri áfram bara á reynslunni, á þrautseginni. Og það er eins og segir, það fyrir utan Van Persie er í raun og veru ekkert voðalega mikið í gangi þarna og það er svolítið fyndið að horfa á stöðuna eins og hún er í dag að þeir séu að rústa deildinni á þessu ári. Miðað við það að í raun og veru eina breytingin á leikmannahópnum hjá þeim er að þeir hafa Van Persie sem þeir höfðu ekki í fyrra. Og það náttúrulega fyndið eins og að tala mikið í fyrra að Arsenal hefði bara verið í tómu tjóni án Van Persie. Maður getur spurt sig aftur í ár, hvar var United án Van Persie? Já, það má í rauninni segja að Arsenal sé á sama stað og þeir voru í fyrra með Van Persie eins og þeir séu ánast núna. Þeir eru náttúrulega komið með fengu þarna í rauninni 2 framherja viðbót í staðinn fyrir hann. En svo er annað í þessu líka. Það er það að ég er búinn að fylgjast með enska boltanum í mörg ár. Mér finnst svona í gegnum tíðina Manchester United vera alltaf tilbúnir. Þeir eru andlega í leikina. Þeir mæta á móti Chelsea á útivelli á Stamford Bridge, komnir yfir, komast oftast yfir á móti þessum liðum, komast yfir á Emirates sem er erfitt að fara á Emirates og vinna þar. Við gera það vanalega, skora í byrja kraft. Það er þessi byr sem þeir hafa sko gegnum tíðina. Þetta er svona svolítið þetta vinningssigur fyrir hugafar. Já, þetta winning mentality sem að margir þjálfarar tala oft um. Þannig að ég held að þeir eru búin að búa til kúltúr sem að er mjög erfitt að fjöldaframlega. Hiklaust og ég held að sem eru kannski ekki sterkir á pappír sem eru að koma inn og þeir eru bara skila árangur. Það er bara nákvæmlega og það Manchester City er með eru ekki með dýrasta fótboltalið í heiminum? Jú, ég held að það fari ekki milli mála, kannski þeir og Chelsea. Já, nákvæmlega sem þú sagði með þetta sigur hugafar, þetta winning mentality sem að í raun og veru bara Ferguson, hann einhvern veginn er bara holdgerfingur þessa winning mentality sem er búið að vera í Manchester United síðan hann tók við fyrir ég veit ekki hvað mörgum árum síðan, 1986. En sá fréttamannafundinn hjá honum fyrir leikina móti Reading í bikarnum á mánudaginn og hann sagði
Við vorum að spila móti Madrid í síðustu viku, gekk vel og allt það og hinn almenni borgari býst við að við mætum Redding bara á heimavelli á mánudagskvöldi og það sé bara, fyrirfram ákveðið en þá sagði hann, að horfði í myndavélina, bara dead serious, það er ekkert fyrirfram ákveðið, við þurfum að mæta og þurfum að klára okkar verkefni. Og þú getur ímyndar ef hann er að segja þetta á fréttamannafundi, hvað er hann að segja við leikmennina, þegar þeir hittast og ræða málum fyrir leiki, þetta er maður sem að nær sínu fram og ég held að leikmennirnir séu þannig að þeir bera það mikla virðingu fyrir honum og treysta honum það mikið að ég held að það er enginn í þessum leikmannahópi sem að þorir að bregðast honum. Hann er það góður leiðtogi, það spila allir fyrir þjálfara. Já, þegar það er alveg ljóst. Það er spurning hvort að Wenger geti tekið þetta upp. Þess að hann er ekki þekktur fyrir það að skamma leikmenn. Hann er meira leikmennum. Ég held að hann hafi aldrei skammað neitt eða tekið neitt inn á teppið og hvæst á hann Nei. Ekki beitt á ofbeldi eða kasta hlutum í þá Nei. En það virkar. Nákvæmlega, það virkar klárlega og ég meina Ferguson hefur sýnt aftur og aftur að það svínvirka en með Wenger, það er náttúrulega mjög mikil pressa á Wenger akkurat núna og ég vil nú viðurkenna alveg eins og vera ég skil þá pressu að ákveðnu leyti en að samanskapi skilur maður hann ekki einfaldlega vegna þess að hann er búinn að gera góða hluti fyrir félagið síðan hann tók við en enga síður ef ég væri stuðningsmaður Arsenal þá myndi ég vera orðinn frekar óþolinmóður eins og staðan er í dag að hafa ekki unnið bikar síðan FA Cup 2005. Já. Og fyrir þeir eru með þessa stefnu, þeir reka þessa fyrirtæki og kalla það brjálæði að reka fyrirtæki með tapi sem að væri í dag í venjulegum viðskiptum. Þegar rekur fyrirtæki með tapi viljandi þá ertu bilaður. Já. Það er það sem er að gerast í fótboltanum í dag. Nákvæmlega. Og félög sætta sig ekki við það að reglurnar hjá UEFA séu orðnar strangari þannig að þau sniðganga það eins og Manchester City gerðu með samningin við Etihad með nafnið á vellinum. Já. Þannig að það er ýmislegt að gera til þess að komast í kringum UEFA. Það er það. Svo er við vindum okkur í við vorum að tala Manchester United með 12 stiga forskot í ensku deildinni. Já. Og þetta er ákveðið vandamál fyrir deildina. Ég held að þeir hafi verið voru ekki með 9 stiga forskot í fyrra á tímamótið eða 10. Jú, það er náttúrulega umtalað að City hafi unnið upp 8 stiga forskot eða ekki undir restina. Jú, getur verið. Þannig að jú, en enga síðan, þeir voru með forskot í fyrra sem það síðan töpuð en forskotið sem þeir með núna er töluvert starra og liðin sem er að elta er í raun og veru ekkert að elta, þetta er í raun og veru bara veikburða einstaklingar að elta eitthvað risa í raun og veru, má segja vegna þess að það getur enginn séð City eða Chelsea elta á eitthvað. Ég er alveg pottþéttur á því að þetta bil eigi eftir að fara niður í 60 á langt líður svona í kringum 32 leikinn þá er þetta munið þetta 60 City eigi eftir að spýta hans í Manchester United allir meistarardeildinni líka. Jú. Og Já, þú heldur það, ég er ekki sannfærður það, ég held að United muni landa þessum titli með bara marga leiki eftir því miður, fyrir spennuna í deildinni og þá miklu markaðsvél sem að enski boltinn er. Eins og ég segi, þetta vandamál er líka hér í Þýskalandi þar sem ég er. Já. Það er þá stærra hér vegna þess að nú ber saman Manchester United og Bayern þá á pappír þá myndi ég myndi sennilega taka Van Persie og taka hann í Bayern ef ég væri þjálfari í Bayern en ég myndi halda öllum hinn. Já. Þeir náttúrulega nánast þýska landsliðið. Nákvæmlega. Og þar á meðal Ribéry sem ég myndi ekki skipta fyrir neitt en það er góður. Þannig að já, sem sagt Bayern München þeir eru með 15 stiga forskot á Dortmund sem er í öðru sætinu og það má í rauninni segja að þetta forskot sé í rauninni eins
lítið það getur verið vegna þess að ég búinn að fylgjast með deildinni í vetur og Dortmund eru svona það var spilað ágætis bolta og svo voru Schalke þarna sterkir í byrjun og Leverkusen hafa verið þarna líka aðeins Antoni hálsmálaðan. Klassamunurinn, hann bara það mikill því miður að þeir geta alveg eins látið á bikarinn í dag. Og ég var að tala við þar sem ég nú í Háskóla í Þýskalandi, þá var ég að tala við hagfræðiprófessor sem heitir Stefan Szymanski sem gaf út bók sem heitir Socceronomics. Já. Sem bók knattspyrnu og hagfræði. Svona hvað deildirnar getur verið að gera til þess að svona hámarka sína velgengni og áhorf og svo framvegis. Og ég sagði við hann í nóvember, ég sagði hann, Bayern verður búin að vinna titilinn í mars og hann hlóða mér. Já. Þetta náttúrulega 34 leikir. Já. Hann strallt upp úr. Ég sagði, þeir eru bara með langbesta liðið og þeir hafa ekki unnið deildina í 2 ár og þeir eru bara, það bara komin tími á þá, Dortmund eru sattir og það engin annar sem á séns heldur þessi 2 lið. Nei. Og ég hafði rangt fyrir mér, vegna þess að það febrúar en ekki mars. Það því nákvæmlega. Þeir geta látið að fá bikarinn núna. Það er rétt. Þetta er maður talar að England sé búið en ef eitthvað búið þá Þýskaland búið. Þetta bara Ég heyrði ólíkindum hvað eru sterkir. Ótrúlegt. Ég man bara eftir því daginn að hafa verið að lesa grein einmitt stöðuna í Þýskalandi og það var einmitt viðtal við einn leikmann Dortmund, ég man nú ekki nákvæmlega hvaða leikmann það var en hann var spurður hvað myndirðu telja að vera gott season fyrir ykkur eins og staðan í dag og hann sagði vinna bikarinn og lenda í öðru sæti. Og þegar leikmaður hjá ríkjandi meisturum farin að segja að það sé góður árangur að lenda í öðru sæti dildinni, það segir svolítið mikið hver staðan í raun og veru milli þess að tekja félaga, það er hafsjór þarna á milli og ég meina rekordi á Bayern í ár gjörsamlega fáránlegt. Ég meina markið sem fengi á sig á móti Arsenal var fyrsta markið sem fengi á sig útivelli á þessu almanaksári. Fyrsta markið sem fengi á sig. Fyrsta markið sem fengi á sig. Já. Nákvæmlega. Fyrsta markið sem fengi á sig og fyrsta markið sem fengi á sig og ég held að þetta hafi verið annað skoti á ramman í 4 klukktíma. Já. Nákvæmlega. Þeir eru ekki búin að fá mark á sig í 670 mínútur fyrir þessi skelfilegu mistök hjá Manuel Neuer. Þetta var hrikalegt að horfa á því. Ég var að horfa á leikinn og ég vissi ekki nákvæmlega hvað var að gerast. Boltinn kemur inn í teginn og maður hugsar að býtu að þeir að leyfa Arsenal að skora eða hvað er þetta? Munurinn líka á Þjóðverjunum og Tjallanum eins og í gær. Já. Bayern unnu 3-1. Hvað Manuel Neuer gerir? Hann fer heim þunglindur vegna þess að hann fékk á sig mark einvíðið búið, gleymdu því að Arsenal kom tilbaka. Það er ekki fræðilega möguleg. Ef ég væri veðbanki, þá myndi ég setja líkurnar 1/1.000.000 og ég myndi taka hagnaðinn. Já. Ég myndi algjörlega setja, vegna þess að líkurnar eru miklu minni en 1/1.000.000. Fólk myndi kaupa það. Hygglust. Ég myndi pokketa hagnaðinn. Já. Áhengis, ég myndi sofa rólegur og ég myndi setja 1/1.000.000. En þeir fara heim, svektir, náttúrulega allir nema markmaðurinn. Þeir eru þannig fullkomnir sinnar að þeir taka allt svona til sín og þeir laga það. Já. Þetta ástæðan fyrir því að Bayern kemur tilbaka eftir bikarþurrk og valta yfir deildina og Evrópu. Og Arsenal í gær voru ekki lélegir eins og fólk að segja. Bayern hefði getað unnið hvaða lið sem í gær auðvitað. Þó þeir hafa ekki kannski verið að spila eitthvað flottan bolta en þeir eru bara þeir nýta sér klúður og nýta mistök og þeir eru fastið fyrir. Arsenal átti ekki færi í þessum leik. Fengu að neitt færi sem að Giroud skaut beint á. Já, það er nú rétt að hann kemur inn og þá fær hann fyrsta snertinginu sinni og hann tekur hann bara á lofti og gott skot hann í sér. Fyrir utan það var bara eina góða sem að Theo Walcott gerði í þessum leik. Þrátt fyrir að hafa fengið 8 í einkunn hjá
The Sun sem að með ólíkindum. Við skulum ekki gleyma því að The Sun enskt dagblað, það enskt götublað og Theo Walcott enskur. Ég var einmitt að hugsa þetta sama þegar ég var að horfa á leikinn í gær. Ég skil ekki hvað, ég hugsaði bara, en hvað Arsenal eru heppnir að hafa gert nýjan langtíma samning við þennan stórkostlega knattspyrnumann. Einu ástæðan fyrir því að Arsenal sömdu við Walcott svo að þeir eru hræddir það að hann yrði góður seinna. Því hann ekki orðinn góður núna. Hann mjög hrár ennþá, hann með lélegt fyrsta touch, hann með slakan leikskilning að mínum mati. Hann ekki alveg jafn slakur leikskilningur og Gervinho, sem náttúrulega alveg með ólíkindum heimskur sko. Já, Gervinho magnaður. En einhvers veginn, hann tekur lélegar ákvarðanir og stundum það honum fyrir bestu vegna þess að oft ég spila hann fótbolta sjálfur. Stundum var erfiðast að spila á móti þeim leikmönnum sem að voru, það er náttúrulega alltaf á móti þeim sem eru ódreinilegir. Og þeir sem eru vitlausir eru ódreinilegir líka. Þannig að Walcott var að taka skot þar sem hann átt að skjóta í markmannshornin og chippa og hann að fara kannski á sterku hliðina þegar markmaðurinn býst við því að fara hinum megin og svo hann bara farinn vegna hann svo fljótur. Þegar hann kom inn í gegn, þá getur hann alveg klára færi, sko. Tek það ekki á hann. En ef ég væri með hann hraða sem hann með, þá væri ég sennilega milljónum mælingur, sko. Ekki spurning, sko. Ég held að það fari ekki milli mála. Þú væri milljónum mælingur og það hefðir hraðan hans Walcott, sko. Það bara ekki spurning. En talandum samt hérna Arsenal Bayern München og talandi það að Bayern gæti hefði ekki unnið hvert sem Ég sagði það einmitt við hann sem ég horfði á leiki með. Ég sagði á meðan seinni hálfleikurinn var í gangi, ég sagði Bayern myndi vinna Barcelona í dag. Svo horfði maður á Barcelona og spila móti AC Milan í kvöld. Og þá gerist það ótrúlega að Barcelona eru yfirspilaðir og fá ekki færi allan leiki. Ég hef ekki séð þetta í mörg ár hjá Barcelona og það kannski eitthvað sem við ræðum í þættið seinna meir en hvað er að gerast í Barcelona? Eru þið búin að ná toppnum? Eru þið komnir yfir sitt besta? Hver veit? En svo við færum okkur nú yfir í hans önnur mál og færum okkur vestur haf yfir í NBA-deildina í körfubolta. Þar núna nýafstaðinn stjörnuleikurinn og þetta All-Star break sem markar yfirleitt svona helmings, markar yfirleitt þann tíma þegar tímabilið hálfnað og menn svona taka stöðuna og skoða hver eru líklegir til þess að taka run í 8 playoffs og hverjir munu sitja eftir með sárt ennið og reka þjálfaran og fara í draftið til að reyna að byggja upp nýtt og staðan þannig bara í dag að Miami Heat eru augljóslega sjóðheitir til þess að verja titilinn. En hverjir aðrir telur þú vera stigurstranglega þegar kemur að úrslitakeppni í vor? Sko, ég held að vegna þess að Rondo sleit crossband í einu þá held ég að Miami muni labba í gegnum úrslitakeppnina í austrinu, fara í úrslit. Þeir hefðu kannski jafnvel gert það þó að Rondo væri heill vegna þess að það ekki margir sem að telja að Boston séu einhver hindrun þó að ég telja. En ég held bara að Boston séu það andlega sterkir og miklu keppnismenn að þeir hefðu ruggað bátnum verulega hjá Miami. Þannig að núna stendur eftir New York í austrinu. Indiana, ég hef ekki miklu ágjörð þeim, þeir hefðu nú geta aðeins meitt á í fyrra sko. Brooklyn hef ég engar ágjörð af heldur. Þannig að ég held að þetta verði Miami. Svo bara spurning á móti hverjum og það nú skipta skoðanir. Já. Það er vestrið eins og alltaf. Töluvert dýpra, töluvert sterkara. Það eru fleiri lið þar sem eiga séns. Fleiri lið þar sem geta mögulega unnið Miami í sjöleikja seríu heldur en í austurinu. Ég sammála, ég held að Miami muni fara þægilega í gegnum
úrslitakeppni í austrinu og jafnvel að þeir fari í gegnum austrið með nulli. Taki sópana fram og farið þannig í gegnum þetta. Ég held að Miami sé á rólegri siglingu upp. Sko, ég held að það gerist aldrei, sko. Ekki núna. Að þeir sópi úrslitakeppnina, því að þeir eru ekki nóg miklu fagmenn í það, sko. Þeir eiga til að detta eins í ruglið og slaka á. En þeir munum samt ekki tapa mörgum leikjum. Kannski 3. Svo spurning með eitt. En svo gerist okkur einasta ár. Það það að alltaf eru San Antonio Spurs afskrifaðir í umræðinu. En alltaf eru þeir bestir í vestrinu. Í deildinni á venjulegu leiktímabili. Núna til dæmis eru þeir með 4 leiki forskot á Oklahoma sem eiga að vera fyrirfram talið sterkari lið heldur en San Antonio. Hygglust. Og voru það í fyrra. Þannig að Oklahoma slóðu hann út 4-2 eftir að vinna 4 leiki í viðtöku sem 2. Það er spurning það gerist eftir núna vegna þess að maðurinn sem kom inn í gegnum San Antonio fyrra, hann er núna í Texas. Það er rétt. Það er rétt. Í staðinn fengum við Kevin Martin sem er góður leikmaður, en hann er ekki þessi go-to guy í 4 leikluta eins og James Harden er. Hann fer ekki jafn mikið að vítaleikum sem eru auðveld stig í 4 leikluta fyrir Oklahoma, þeir taka mjög mikið að vítum. Núna þurfa þeir meira að treysta á slútbertinu, hann Russell Westbrook í leikstjórnarverðinu. Já. Svo Kevin Durant sem er oftast tvöfaldaður. Já. Og eins og Westbrook á til að taka alveg hrikalega ákvarðanir. Þeir fara báðir mikið á línu, þannig að það er spurning hvernig þeir leysa þessi mál þegar þeir lenda í segum liðum eins og San Antonio Spurs sem eru með mjög mikið af vopnum og eru mjög vel þjálfaðir og geta auðveldlega slátra hvaða lið sem í NBA eins og þeir búin að sýna spila vel. Má kannski svo ef við tökum svona ekki í úrslit þessum á þá hreint. Já, ég held við getum báðir mjög sammála það að Lakers eru ekki að fara fet. Þeir fara ekki fet. Við ræddum þetta mál fyrir leiktímabilið og ég stóð þeirri meiningu að Lakers myndu standa sig, að þeir myndu fara ágætlega langt, þetta myndi taka tíma en þeir myndu kannski vera 4-5 í vestrinu og myndu mögulega geta strítt liðum eins og Oklahoma í úrslitakeppni en ég er svo sannlega búinn að þurfa að éta þá ofan í mig og viðurkenna að þú hafðir hárrétt fyrir þegar þú sagðir að þetta myndi allt springa upp á einhverjum tímapunkti. Ég held að þessi búið að gera það oftar en einu svona oftar en tvisvar fyrst þegar þeir ráku Mike Brown strax í byrjun tímabilisins eftir einhverja nokkra tapleiki. Já. Og svo aftur þegar það er ágreiningur þarna milli Kobe og Dwight Howard og eitthvað svona klassískt, típist slúðurpressu dæmi sko þannig að Lakers ekki að fara neitt, en fyrir mína peninga, náttúrulega vestrið er galopið þannig séð upp á það hver fer í úrslit. Við erum að tala um Spurs, við erum að tala um Oklahoma City og svo náttúrulega lið sem við erum ekki búin að ræða sem er Los Angeles Clippers sem eru eins og staðan í dag í 3. sæti í vestrinu. Ragvilanar, það er rétt. Clippers. Þeir við förum aftur á þennan skemmtilega pappír sem við erum að tala um svo oft. Þeir eru náttúrulega sterkir á pappírinu, þeir eru með Blake Griffin, þeir eru með Chris Paul, þeir eru með Chauncey Billups líka og svo náttúrulega Lamar Odom sem hefur reynslu, þannig að þeir hafa svo sem á pappírnum ágætis lið en maður setur náttúrulega spurningamerki við hversu langt getur svona hópur farið sem hefur ekki farið djúpt inn í úrslitakeppnina áður. Þegar ef þeir lenda allir í seríu á móti Spurs eða Oklahoma City sem hafa farið alla leið úrslit á undanförnum árum. Ég held að þeir myndu drulla á sig. Já, þú heldur það? Já, ég er nokkuð viss um það sko.
Ég hallast að því líka. Ég held að í raun og veru ef við erum mjög hreinskilin eins og staðan í dag, þá held ég að þetta sé spurning um San Antonio eða Oklahoma City í vestrinu. Já, mér finnst þetta svolítið highlight show hjá Clippers. Þetta er svolítið svona eins og þetta sé búið að breytast í nýja Lakers, svona showtime. Þetta er svolítið svona Chris Paul hendur hann í loftið, Blake Griffin kemur og treður. Þetta er náttúrulega ekki eins mikið show eða svona highlight eins og þetta var í byrjun þegar Blake Griffin kom hann fyrst, sko. Nei. En ég held að Spurs sé bara það reyndir og Oklahoma eru konum með reynslu líka, það sé útlið. Þeir eru bara Kevin Durant, hann er ekki lengur Mr. Nice Guy, hann er byrjað að fá tæknivillur, hann er byrjað að rífa kjafta hans, hann er búinn að liggja svolítið undir ámæli í bandarískum fjölmiðlum, sérstaklega í spjallþáttum fyrir að vera soft og vera að vingast við LeBron James sem er búinn að vera að nota hann. Skulum, Já, það. Já, þeir eru búin að vera að spila one-on-one og Það er náttúrulega alveg hart bannað að vingast við andstæðinginn, sko. það er búið að segja það að LeBron James sé svolítið að því að Kevin Durant lítur svolítið upp til LeBron James. Búið að vera að segja að LeBron James sé að taka hann undir sinn væng og lesa hann leið og vita og lesa veikleikana en að meðan sé Kevin Durant bara að reyna að ganga í augun á hann. Já, Það er eitthvað til í því, kannski. hver veit. En já, ég held að við förum betur yfir málin í NBA-deildinni þegar fer að líða úrslitakeppninu og þegar við vitum hverjir mæta hverjum að fara þá yfir match-upin ítalega, en ég held að eins og staðan í dag þá er þetta spurning hvað, þetta er eitt af 3 liðum sem mun hampa titlinum í júní. Þetta er annarkvæmt Oklahoma City, San Antonio Spurs eða meistararnir í Miami Heat. Hvað segirðu? Ég sagði ekkert. Það er ekkert. Einhver tækni vandamál þarna að stríða okkur eins og við erum að búast þegar mörg þúsund kílómetra er að ræða í kabal sem liggur hérna milli okkar. Já. Nákvæmlega. Þetta er eðlilegt og við þessu að búast. En ég held að við látum þetta nægja svona í bili í fyrsta þætti. Að fara yfir þessi mál og það eru fleiri mál sem að þarf að fara yfir hér í næstu þáttum og mörg mál sem að liggja okkur á hjarta sem við höfum sterkar skoðanir á og ef þið hafið einhverjar ábendingar eða hafið áhuga á að við tæklum ykkur mál að skilja eftir komment og við íhugum það bara hvaða mál við tökum fyrir í næstu þáttum. Eitthvað sem þú vilt bæta við, Biggi? Nei, ég vil bara taka fram að það er virkilega skemmtilegt að vera mættur aftur í sjónvarpið og það eru mörg mál sem að þola ekki dagsbirtu eins og staðan í dag. Já. Sést ekki í fyrsta þætti. Nei. Þannig að það verður gaman að tækla það þegar framlíða stundir. Hiklaust og hér eru mál sem að liggja okkur mjög nær hjarta og mál sem við höfum rætt áður undir 4 augu en muni nú vera opinberuð, svo ekki sem meira sagt. Virkilega gaman. En þá held ég að við þökkum bara fyrir okkur í þessari viku. Ég heiti Oddur Óli í Reykjavík, hann er Biggi í Þýskalandi. Takk fyrir, sjáumst í næstu viku.